Já, góða kvöldið, kæra áhorfendur, og velkomin í þáttinn Leigjandinn, lífið á leigumarkaði. Ég heiti Guðmundur Hrafn, ég formaður leigjendasamtakanna, eða samtaka leigjenda á Íslandi, og á þriðjudagskvöldum þá fjöllum við aðstæður leigjenda og hagsmunabaráttu þeirra í víðu samhengi. Við höfum í undanfarnum þáttum verið að leita fanga með hagsmunabaráttu leigjenda í löndunum í kringum okkur, og svona verið að skoða hvernig þessi barátta fer fram og í hvað samhengi og upp úr hvaða samhengi hún vex. Hagsmunabarátta leigjenda hefur verið þó nokkur hérna á undanfarnum áratugum, og í fyrsta þættinum okkar hérna í janúar þá tölum við Jón Rúnar Sveinsson sem fór aðeins yfir svona sögulegt samhengi hagsmunabaráttu leigjenda, og með mismunum ekki þá náðum við svona fram undir 1990 með þá sögu, og við erum eftir að fá hann í heimsókn aftur þar sem við ætlum að tala aðeins meira leigjendamarkaðinn svona frá 1990 og fram undir 2010 eða svona fram með yfir hrunið, og við gerum það núna bráðlega. En við ætlum að hins vegar að fræðast aðeins svona samhengi hagsmunabaráttu leigjenda sem að hefur farið fram innan leigjendasamtakanna frá 2013. Og 2013 var sem sagt voru leigjendasamtökin stofnuð sem eru starfandi í dag, og það var góður hópur fólki sem stóð að stofna þeirra samtaka og vann ötullega árabil af því að reyna að leiðrétta hérna hag leigjenda og leigjendaumhverfið. Við ætlum að ræða við Hólmstein Brekkan sem var framkvæmdastjóri leigjendasamtakanna og var einn af stofnfélögum samtakanna árið 2013, til þess að reyna að glöggva okkur aðeins á hvert samhengi þessa ástand sem við búum við í dag. Og hefum við verið að skoða hvernig leigjendamarkaðurinn hefur þróast, og náttúrulega ekkert að þessu þrýst í einhverju tómarúmi. Þetta hefur einhvern jarðveg og einhvern samhengi, og við ætlum að spjalla eins það við Hólmstein. Vertu velkomin, Hólmstein, og takk fyrir að vera með okkur. Já, takk fyrir að bjóða mér. Þú ert einn af stofnfélögum leigjendasamtakanna sem eru starfandi ennþá í dag árið 2013 og ert framkvæmdastjóri þeirra. Hvernig stóðu þið að, eða hvernig bar að þessi stofnun þessa leigjendasamtaka? Já, sko, í stuttu máli að þá sagan sú að í janúar 2009 þá var ég með að stofna hagsmunasamtök heimilanna, og það var mikið af fólki, það var mikið sem var að gerast þá eftir hrun, og fólk var að missa húsið sitt og heimili sín, og það var sett inn einhver ákvæði það að fólk fengi að leigja áfram sinn eigin húsnæði í 1 ár, og síðan var bara fólk að missa húsnæði sitt í stórum stíl. Og við vorum þarna nokkur inni sem að rákum svokallað hagdeild á sínum tíma, vorum að aðstoða fólk sem var í verulegum skuldavandræðum. Og við þá vinnu og þá kemur þetta í ljós, eða poppar þetta upp að það náttúrulega leigumarkaðurinn algjör frumskógur og er í algjörum ólestri. Þannig að fljótlega svona upp úr 2012-13 þá það bara orðið okkur ljóst að það þörf á að stofna leigjendasamtök. Og þá höfðu fyrrverandi leigjendasamtök verið lögð niður, og það var svona hálf sorglegt, en eins og hafðir orð á innganginum að þá var Sveinn Rúnar að rekja söguna svolítið, og þau samtök eiginlega lifðu á hálfgerðu sjálfboðaliða starfi Jóns frá Pálmholti, ef að það hringir einhverjum bjöllum. En formlega þá eru samtökin stofnuð í september 2013, og af mjög virkum hópi leigjenda, og sú grúpa er raun og verið til ennþá, sem heitir á Facebook umræðuhópur leigjenda, og hefur verið mjög virk og er með fleiri þúsundir félaga. Þannig að, og það hefur verið svona hefur verið svona upplýsingaflæðið hefur farið dálítið mikið fram í gegnum netið.
og sérstaklega á Facebook og í þessum grúppum. Samtök leigjenda stofnuðu líka sína eigin upplýsingagrúppu þarna sem heitir bara Samtök leigjenda á netinu og eflaust drifin ennþá í dag þar sem voru svona tilkynningar eitt og annað sem var í gangi. Á þessum tíma, þarna 2013-14, þá mikið þrýstingur á stjórnvöld að gera eitthvað í þessum óendanlega erfiða húsnæðismarkaði og þá eiginlega kemur fram eða það loksins viðurkennt að það sé raunhæfur valkostur fyrir fólk og það eigi að vera raunhæfur valkostur fyrir fólk að leigja frekar en að kaupa. Og líka afleiðingar hrunsins skildu eftir þessi sár sko, þá með 10, 15, 20.000 mann sem að hreinlega átti ekki séns á því að komast inn á séreignamarkaðinn aftur. Og þá held ég í fyrsta skipti sem að stjórnvöld fara eitthvað að kanna það hversu margir eru í raun og veru á leigumarkaði. En að sjálfsögðu að eins og kemur við þessa skoðun, þá kemur ljós að það eru engar tölur og það engar tölulegar upplýsingar í raun og veru til. Þannig að það eiginlega ekki fyrir eftir 2014 sem að einhverjar raunhæfar tölur fara að birtast. En það settar á stofni ýmiss konar nefndir og ráð og ég veit ekki hvað og hvað. Já, þegar þið eru að byrja á stofni Samtök leigjenda, þá ekki mikið svona frumkvæði af hendi sveitarfélaga ríkisins að taka málefni leigjenda til skoðunar. Nei, akkúrat ekki neitt. Það eiginlega bara fyrir þrýsting frá okkur sem að það verður og við tökum þátt í þessu nefndastarfi sem að Eygló fór á stað með og fleiri framtíðarskipan húsnæðismála á Íslandi. Og þar voru hinar ýmsu grúppur sem að fóru með allskyns sérstaka málaflokka og Samtök leigjenda við náðum að koma inn fólki í flesta hópana og það er mikil deigla og funduðu fyrir því að það var velvilji að hafa eitthvað með. Já, það var bara þrýstingurinn var það mikil sko. Þeir urðu það einhvern veginn að yfirleitt það þannig að stjórnvöld bæði ríkisins og sveitarfélaga þau gera ekkert í þessum málum nema að sé eitthvað mikill þrýstingur og reynslan virðist vera svo að þetta gert til þess að þau geta sagt opinberlega, já við erum að vinna í málunum. Já. Og yfirleitt niðurstaðan eitthvað sem að ekki hjálpar mikið eða hjálpar ekki neitt. Þannig að þrýstingurinn þarf og þyrfti að vera enn meiri og þessa opnun á það sko, að viðurkenna það, já, það þarf að vera til virkur leigumarkaður í Íslandi. Að það eins og leið og það fór að snjóa aðeins yfir bankahrunið, að þá einhvern veginn bara hverfur þetta bara púff. Það er alltaf fókusinn alltaf færður tilbaka yfir þennan séreignamarkað. En það sko ennþá við erum ennþá á leigumarkaðnum í rauninni að eiga við afleiðingar hrunsins. Algjörlega sko. Og líka það er bæði afleiðingar hrunsins og það að ástandi hefur í raun og veru bara versnað. Vegna þess að þetta er orðið enn flóknara. Þú sérð að vöxtur húsnæðisverð eða húsnæðisverð hefur bara aldrei vaxið hraðar en síðastliðin 4-5 ár. Og það í engum takti við það sem hefur verið að byggja. Nei, það er eitthvað allt annað í gangi heldur en það sko. Að leið og að stjórnvöld kom með svona lausnir aðstoð við fyrstu íbúðakaup eins og þegar það kom inn að auðvitað var það bara til hækkunar á fasteignaverði. Já, það kemur heldur ekki fram í því samtali. Þegar við erum að tala að
að fyrstu kaupendum hafi fjölgað. Á sama tíma meiri hluti kaupenda fasteignamarkaði bæði 2019 og 2020, eða 2020 og 2021 aðilar sem ekki að kaupa sér heimili, heldur fjárfestar og eignafólk að kaupa sér kannski aðra, þriðju, fjórðu, fimmtu eignunum. Já, til þess að leigja út líka, sko. Til þess að leigja út, sko, já. Það er mjög þekkt dæmi það, sko, að fólk að kaupa eignir sem það ekki einu svona leigja út, heldur bara að geyma peningana sína. Þetta svona eins og frekar en að setja peningana í verðbréf eða inn á sparisjóðsreikning eða kaupa 10 þvottavélar og þá kaupir fólk íbúð sem það lætur síðan bara standa auða og bíður og lætur markaðinn ávaksta þetta fé, sko. Þannig að þetta alveg gigantísk ávöxtur sem að fólk að fá út úr svona annarri og þriðju íbúð sem að það að leika eða spila með. Já, hún alveg 10-20-föld innlánsvextirnir í bönkunum, sko. Þetta þannig ávöxtur, sko. Já, og það hefur alltaf verið, það hagur þessara aðila, því miður verið að segja það hagur svokallara fjármagnseigenda, eða þeirra sem vilja ávaxta fé sitt með þessum hætti, að íbúðaverð sé stöðugt hækkandi og til þess að íbúðaverð haldist á þessu háa verði, eða sé stöðugt hækkandi, það þýðir það að það verður að vera viðvarandi skortur. Já, einmitt. Og þetta gerði bankvarnir eftir hrun, að þeir söfnuðu á sig fullt af íbúðum og þeir voru ekki að sleppa þessum íbúðum út á markaðinn vegna þess að þeir vildu viðhalda skorti. Voru bankarnir líka að leysa til sín íbúður í stórum stíl, ekki bara íbúðarlánsöður? Já, bankarnir áttu heila hellinga íbúðum og þeir voru með að skipta íbúðar eða eignasöfnum sín á milli svona til þess að hafa hagkvæman rekstur í hverfum og svæðum og annað, sko. Þannig að eins og Ásta Lóa, formaður Hagsmunasamtaka heimilana hefur verið að tala um að hrunið hefur hreinlega bara ekkert verið gert upp. Nei. Og þarna leigumarkaðurinn tekur miklum stakkaskiptum þarna, breytist mikið og hratt og það fjölgar mikið á leigumarkaðnum. Það óljós lagaumhverfið, þú segir að þarna hálfgert villt að vestur, fólk veit ekki réttindi sín og menn að kljást við stórar og sterkar stofnanir sem að hafa fólk í fasteignir og bankarnir og íbúðalánasjóður með eitthvað svona fyrirkomulag í þessu, bæði stofna sín leigufélög og svo ertu bara að eiga beint við bankastarfsmenn sem leigjandi, ertu bara að eiga við bankastarfsmenn sem að leigja út í nafni bankana. Þið komið þarna inn, stofnið þessi samtök, hvaða samtölu eigið þið í upphafi þegar þið að fá ykkar umboð, að segja svona, þið að skapa ykkar rödd, þið að fá ykkar umboð fyrir ykkar félagsmönnum og svona í samfélaginu. Hvaða samtölu þetta sem þið eiga? Það að tala við verkalýðsforystuna, það að tala við Hagsmunasamtök heimilanna, stjórnmálamenn, fjölmiðla? Já, sko, við vorum mjög duglega að agitera í fjölmiðlum og fjölmiðlar voru mjög jákvæðir á tímabili. Og við tróðum okkur inn í allar þær nefndir sem hægt var að tróða sér inn í og vorum í mjög miklum samskiptum við stjórnmálamenn á þessu tíma að reyna að þrýsta á einhverja breytingur og þrýsta á breytingu á húsaleigulögum og svo framvegis. Bara sem dæmi með húsaleigulög að það stóð til að endurskoða húsaleigulög og það var sett nefnd í það og það var unnið að því fram og tilbaka og partur af því starfi sem að við gerðum það var það að við áttum í samstarfi við Gísla Tryggvason, lögmann sem var fyrrverandi talsmaður neytenda að þýða og staðfæra norsku leigjendalöggjöfina sem að var og mjög öflug og mundi henta meira segja en þetta í dag. En í staðina þá var bara eitthvað pínulítið skrúað fram og tilbaka í núverandi leigulögum, sko. Já, núna liggur fyrir ennþá þessi breyting, liggur ennþá fyrir sko bara inn í samráðsgáttinni. Það er ekki fengið umræðu þessi tillaga breytingum á húsaleigulögunum sem fór inn þetta rétt fyrir kosningar og fekk ekki umræðu í þinginu. Ég veit ekki hvað
verður hana, en þarna voru breytingar sem bæði ASÍ og svona hefðu staðið og hugsanlega eitthvað ykkar vinnu þar inni. Já, mjög líklega sko, mjög líklega. Ég vil okkur að lesa hérna eitt smá hérna. Aðalfundur leigjendasamtakanna sem haldið hafa fyrir skömmu samþykkt ályktun þar sem meðal annars lýst yfir neyðarástand á leigumarkaði á Reykjavíkursvæðinu og öðrum stærstu þéttbýlissvæðum. Fundurinn fordæmir þá stefnu sem birtist í lögum íbúðalánasjóð þar sem félagslegar úrlausnir eru lagðar niður og allir valkostir afnumdir, aðrir en sá einn að kaupa íbúð á markaði. Þessi stefna hefur stóraukið húsnæðiskostnað alþýðu manna langt umfram skynsemi og skilið margt fátækt fólk eftir á vergangi. Húsnæðisverð hefur samkvæmt opinberum tölum hækkað 20–30% og húsaleiga 50–100%. Ekki aðeins hafa skuldir heimilanna hækkað af þessum sökum langt umfram hættumerk og kjör þeirra rýrnað að sama skapi, heldur hafa kjör leigjenda verið lögð í rúst. Margir þeirra hafa orðið að sæta afarkostum að hálfu þeirra sem leigja út eða versla með íbúðir. Sko, þetta eru fundagerð leigjendasamtakanna 1999. Það er 23 ára síðan. Já, þannig að þú veist það sagði sko að Jón Rúnar fór með söguna þangað. Já. Og þetta hérna gildi algjörlega, þetta var algjörlega nákvæmlega sama í gangi í apríl 2014. Það var í gangi í dag. Já, og þá var haldinn stór fundur í Iðnó stöðu leigjenda og staðan á húsnæðismarkaði. Og þessi ályktun sem þú ert að lesa, hún er þeim fundi? Nei, þessi er frá 1999, en ég las hann upp á fundinum 2014. Já, 2014. Já, og það held allir þetta væri bara þetta var bara staða dagsins þá, sko. Já. Og þetta er staðan en þetta í dag. Já, og þið eru vinnið baki brotnu við að eiga samtal við stjórnvöld og eiga að reyna að fá væntanlega einhvers konar samstarfsaðili eða stuðningsaðili inn í þessu umræðu. Hvernig gekk að eiga samtali eða stuðning móralskan eða fjárhagslega eða bara allra handa stuðning eins og frá verkalýðshreyfingunni? Fenguð þið hann? Voruð þið í samtali? Fannst ykkur þið fá umboð frá þeim? Sko, við vorum í samtali við Alþýðusambandið og verkalýðshreyfinguna, Eflingu, VR og þessa aðila allar saman, sko. Og mesti velviljinn og það jákvæðasta sem að jákvæðasti stuðningurinn kom frá VR, og það voru bara að segja þetta eins og Alþýðusambandið á 41. þingi ASÍ þá er hluti af okkar manifesto er sett inn í ályktun þingsins. 43. segir þú? 41. þing ASÍ. Og svo segir sko að og þar er einmitt talað þetta sem ég kannski fór inn á sem að orfa fínt hjá borgarstjóra 2014. Sko Reykjavíkur þetta lýsaður yfir í nóvember 2013. Reykjavíkurborg vill breyta starfsemi félagsbústaða og gefa fleirum kost á að leigja hjá félaginu en þeim sem að mæta skilyrðum félagslegt húsnæði. Já, þetta er ekki hittað. Þeir vildu rauninni auka, stækka kúnnahópinn sinn. Já, sko þetta er ekkert óskylt því sem víða er gert á Norðurlöndum að sveitarfélög kom inn með lóðir sem eigið fé sem á að tryggja að venjulegt fólk geti verið á leigumarkaði. Þetta á ekki að gera eingöngu fyrir þá sem eru með allra lægstu tekjurnar, heldur millitekjuhópana líka, segir Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs. Já. Já, og þetta eru síðan hvernig segir þú? Þetta segir Dagur 21. nóvember 2013. Já.
og það rúmur mánuð eftir að við stofnum hérna samtökin, sko. Já. Og þeir ætlaðu að byggja sko 400 til 800 leiguíbúðir á næstu 5 árum þá. Það þá til 2018. Já, en leið á kosningarna 2014 var búnar, þá bara allir púf, hvarf hérna þessi fína glærusýningum bland í borg og félagsbústaðir voru látnir selja stóran hluta af hérna sínum íbúðum, sko. Já. Þannig að það var fækkað íbúðum frekar en fjölgaði. Sko. Já, og þeir hafa rauninni bara verið að kaupa íbúðir á markaði. Þeir eru að kaupa rauninni, sko, að kaupa fasteignir á þessum óhefta markaði, bara 50, 60, 70 milljónum króna íbúðir. Sem í staðinn fyrir að, eins og þegar hann leggur upp með þarna í þessum orðum sínum að félagsbústaðir byggir sjálfur og ef þeir vilja tryggja félagslega blöndun sem svona ofta ástæðan fyrir því að segjast ekki gera það, þá geta þeir hreinlega bara selt hluta fyrir íbúðum til þess að standa undir kostnaðina. Þeir geta byggt bara á 10 stöðum í borginni, 10 íbúðar blokkir og selt heilmikinn af íbúðana bara markaði. Og þetta var og þessi hugmynd og hérna þessi uppsetning var ekkert vitlaust, alls ekki vitlaust, sko. Það hefur ekki verið staðið við hana og hérna Nei. Og annað, sko, hérna að því miður þá það bara pólitískar ákvarðanir sem að verða þarna inn í borginni, sko, að þeir fara, sko, vilja segja það, sko, nei, við viljum frekar hérna dreifa fá það félagslega blöndun og við viljum dreifa fólki út alla trissur í borginni. En af því að íbúðaverð hafa hækkað svo mikið að þá allt í einu veittur heimild fyrir því að það mætti kaupa sko kjallaraíbúðir og risíbúðir sem var ekki áður heimild til þess að kaupa. Hjá félagsbústöðum? Hjá félagsbústöðum. Og það gerði það verkum að kjallaraíbúðir og nánast ósamþykktar íbúðir snarhækkuðu í verði, sko. Já, akkurat. Þeir hafa haft rauninni aðkoma þeirra af þessu stefnubreyting félagsbústaða og hvernig þeir hafa verið leikendur á fasteignamarkaðnum hefur í rauninni ekki gert neitt annað heldur en hugsanlega bara hafa ennþá frekari áhrif á hækkun á fasteignaverði. Já, og þetta var fjallað þetta í einhverjum fréttaþætti á, ég man ekki hvort það var Stöð 2, það var pottþétt ekki RÚV, hvort það var Stöð 2, ég held að það hafi verið Stöð 2 sem var aðeins farið inn á þetta. Já, hvernig félagsbústaðir með sína stefnubreytingu hefur haft áhrif á það að fasteignaverð hækka. Já, þannig að en þegar að þið ykkur verður rosalega ágengt og ég vissi nú fyrir og heyrti segja núna að þið eru þátttakendur í þessum nefndum og ráðum. Eygló Harðardóttir á þessum tíma félagsmálaráðherra og hún tekur upp samtalið og hver var svona fannst þér að Leigjendasamtökin hefði haft áhrif á hennar stefnu í málinu eða fannst ykkur að þetta væri einhvers konar svona bara pólitísk refskák að leyfa ykkur að vera með og svona draga þetta á langinn og teygja lopann og svona eða hvað, fannst ykkur í rauninni eins og væri virkilegu vilji til þess að hafa afgerandi stefnubreytingu í húsnæðismálum? Sko út af við þá hljómaði það þannig. Það hljómaði þannig og þessar nefndir eða samráðshópar var það nú kallað, eða samvinnuhópar eða eitthvað voðalega fínt. Það var alltaf búið til eitthvað fín nöfn á þessar nefndir og hópa. Að flestir þessar hópa skiluðu bara mjög góðum tillögum inn í nefndina. En af einhverjum ástæðum að þá þegar verkefnisstjórnin vinnur úr tillögunum og þá verður bara eitthvað allt annað til. Já. Og við vorum ekki sátt við það þegar átti að fara fram kynning í þjóðmenningarhúsinu á niðurstöðinu og við fengum að sjá pakkan sem átti að fara að kynna fyrirfram
og þá bara vantaði inn í hann bara nánast allt sem að sneri að leigumarkaði, sko. Hvenær þetta? Hvenær þessi kynning? Ég get bara fundið út úr því, Já, ég fæ þetta kannski, en þarna pomp og prakt í rauninni verið svona að kynna einhverja til dæmis langa mikla vinnu við að koma fram með þessu húsnæðisstefnu og það útvatnaðist verulega svona ykkar aðkoma, fannst ykkur. Já, og þannig að þetta var mjög undarleg tilfinning og undarleg staða að vera þarna og síðan var það einhvern veginn breyting ákvörðat á þessu augnabliki þegar þarna í þessar kynningu að þetta væri svona tillögur að niðurstöðu. Þú veist, vegna þess að fólk var ekki sátt við þessa vinnu, sko, sem að Já, það var ekki kynnt sem eiginleg svona stefna stjórnvalda, heldur bara tillögur ykkar að þessari vinnu. Já, þetta var mjög skrítið en að sjálfsögðu þá kom eiginlega ekkert út úr þessu. Og þetta alveg svona gegnum gangandi í gegnum tíðina þá hafa öll stjórnvöld eða allar ríkisstjórnir og stjórnir sveitarfélaga, sérstaklega Reykjavíkursvæðinu, sett fram einhvers konar nefndir og starfshópa sem eiga að vinna þessum málum og það yfirleitt gert í kringum kosningar og síðan svona korter eftir kosningar að þá eins og fyrir töfra að þá hver guðvar döp, sko. Já, eins og þetta með Blandi borg sem var í raun og veru bara virkilega góð hugmynd, sko. Og hefði verið skemmtilegt útfæra. Ef að sko, þetta nú ekkert þetta svona sem ekkert eitthvað rosalega skemmtilegt upplýfgandi veganesti, ef við vissum þetta þó fyrir að öll þessi vinna sem búin að eiga sér stað eins og nefnir þetta frá 1999 og ég hef verið í samtali við einstakling sem hefur verið að vinna að hagsmunabaráttu leigjenda á þessum árum 2003, 2004, 2005 og svo við ykkur þarna frá 2012 og til 2017-18 að þrátt fyrir öll þessi fyrirheit þá virðist ekki vera sérstaklega mikið þungi í eftirfylgjunni en einhver lærdómur sem sagt, myndirðu geta sagt okkur eitthvað lærdóm af þessu starfi öllu saman og þinni miklu og þessari þrautabaráttu fyrir hagsmuni leigjenda. Eitthvað sem að þú gætir sagt við okkur sem erum í stjórnin núna erum að hefja þessu sömu vegferð? Já, sko, að það eðlilegt, sko, í raun og veru, sko, að samtök sem þessi ættu að njóta fjárhagslegs stuðnings frá hinum opinbera og frá ríki og sveitarfélögum því að það verið að veita þjónustu og halda utan starf sem nauðsynlegt því að það kemur einnig fram á þessu ASÍ-þingi 2014 eða hvenær það sem var að ASÍ segir það bara beint út að 30% þeirra félagsmanna hefur ekki efni á og mun ekki hafa efni á því að kaupa sér fasteign. Þannig að það segir bara að þetta fólk sem þarf að gefa kost á að vera á leigumarkaði. Þannig að og það þarf einhver að sinna þessu og halda utan þetta og þannig að það eðlilegt að hið opinbera og ríki og sveitarfélög veiti svona starfsemi einhvers konar fjárstuðning. Og bara sem dæmi að þá héldum við út í símaþjónustu fyrstu árin og þá megin þungin náttúrulega var á mér í sambandi við það og fyrsta árið fengum við 800 símtöl. 800 símtöl? Já, og þegar við tókum það saman, sko, 800 og síðan voru þetta næsta ár 600 og eitthvað og við fengum örlítinn fjárstuðning frá borginni 600.000 kall til þess að bara greiða símakostnað. En vegna þess að við þóttum svo óþekkir eða óþægir. Já, svona róttækir. Já, komur óþægilegar ábendingar og vorum ekki að taka voðalega jákvætt í svona pólitískar hugmyndir sem að greinilega voru bara glærusýningar. Að þá einhvern veginn duttum við út af sakramentinu. Já, en ég held nefnilega að
fyrir okkur sem erum að hefja þetta ferðalag, að þá sé mjög mikilvægt að fjölga félagsmenn, að félagið sé með marga félagsmenn, en að ná bara stórum hluta af leigjendum inn í samtökin, þannig að hugsanlega að þurfa ekki að verða að öllu leyti háður svona fjárstuðningi og hugsanlega eins og þú segir að geta verið svona settur út af sakramentinu og hagarðinu. Það náttúrulega ekki gott fyrir svona samtök sem eru í mikilli baráttu. Nei, og svo þarna að lögfræðiþjónusta sem hefði náttúrulega eðlilega átt að vera undir þaki samtaka leigjenda var færð eða var sett til neytendasamtakana sem sjálfsögur ágætt og við gerðum tilraun til þess á einhver tímapunkti að setja upp tölvukerfi eða heimasíðu og annað sem að væri hægt að samkeyra með neytendasamtökunum. En af einhverjum máli fyrir einhverja tilviljun eða hvað það var, þá var síðan okkar hökkuð alveg í spað. Þetta alltaf sem bókinu lært. Þannig að sko algjörlega það var bara allir þeir fjármunir og allt sem tími og vinna sem var lögð í það bara fór bara út í bláinn sko. En það náttúrulega eins og í Svíþjóð til dæmis að þar eru samtök leigjenda eiginlega stærstu félagasamtök sem til eru í landinu og þá það bara þannig að þegar þú gerir leigusamning við leigufélag að þá ertu sjálfkrafa meðlimur í leigjendasamtökunum og þú getur sagt úr þeim með annað en aftur á móti að þá ertu leiðast orðin komin inn í samtök leigjenda í Svíþjóð sko að þá getur leitað réttaraðstoðar þar. Þú hefur aðgang að lögfræðingi og þú hefur aðgang að tæknilegum upplýsingum og þú hefur aðgang að öllum þessum réttindabaráttu sem að samtökin að stunda og þú líka að tryggja það sko að það ekki hægt að hækka leiguna bara út í hið óendanlega. Já, og ég veit að til dæmis bæði í Þýskalandi og Austurríki, þar eru sterk leigjendasamtök og þau til dæmis veita líka bara svona þjónustu við íbúðaskil og svona og svona að vera vottar og vitni fyrir fólk og þjónusta að þessu leyti til líka. Já, og þetta var svona part og við vorum að reyna að koma þessu á og við fengum hingað til lands formann alþjóðasamtaka leigjenda á sínum tíma til þess að halda erindi þessi mál. Og við reyndum að koma á samstarfi við leigjendasamtökin í Svíþjóð og jafnvel þá við sendum fyrirspurn það hvort að við getum mögulega gerst svona aðili eða félagi í því. Félagi getur orðið aðili að samtökum leigjenda í Svíþjóð. Það náttúrulega til þess að geta nýtt okkur þá þjónustu sem að það var í boði. Það náttúrulega ekki hægt því miður að starfa þannig yfir landamæri. Nei. Við erum hins vegar sko nú eru leigjendasamtökin í samræði við alþjóðasamtök leigjenda að verða hluti af þeim samtökum eða fá félagsmenn. Já, við sendum inn umsókn sko og það gekk aldrei í gegn. Nei. Við erum búin að hefja þetta samtal og vonandi náum við því í gegn. En Hólmsteinn, þetta búið að vera aldeilis forvitnilegt ferðalag sem þú hefur staðið fyrir á svona félögðinum í samtökunum og þú ert ennþá veit ég að svona sýsla við þetta húsnæðismál og við erum með á döfinni að fjalla húsnæðissamvinnufélög seinna í vor. Ég veit að þú hefur verið þátttakandi í svoleiðis verkefni og við ætlum að fá þig aftur seinna í vor til að ræða það konsept eða þá hugmynd allar saman en ég vil bara þakka kærlega fyrir þáttökuna og við spjöllum saman síðar. Já, takk fyrir að bjóða mér og gangi ykkur vel. Já, verið sæl aftur. Við vorum að tala við Hólmsteinn Brekkan sem framkvæmdastjóri leigjendasamtakanna og einn af stofnaðilum þeirra
hann tók þátt í stofnun árið 2013 og hann var að fara aðeins yfir með okkur yfir svona ástandið á leigumarkaðnum 2013, 14, 15, 16, 17, öll þessi vinna sem að þau tóku þátt í, sátt í alls konar samráðsnefndum og starfshópum og miklu lofað og það var mikið í döfinni og mikil deigla og svo hefur eiginlega bara ekkert gerst eins og við sem erum á leigumarkaðnum þekkjum. Þetta er forvitnileg saga sem við ætlum að fara betur yfir og fá Hólmstein til okkar seinna og þá ætlum við tveir hérna. Hann hérna hjá okkur, hann Yngvi Ómar Sighvatsson, hann í stjórn leigjendasamtakanna eins og ég og við ætlum að ræða seinna saman húsnæðissamvinnufélög sem við ætlum líka að fá Hólmstein að ræða við okkur seinna núna í vor. En við erum búin að vera náttúrulega að skoða leigumarkaðinn mikið upp á síðkastið og ég hef persónulega verið að skoða hvað var til þess að leigumarkaðurinn þróast eins og hann er. Nú, við vitum öll að það var efnahagshrun, það var alltaf að nefna það, sumir leika sér að kalla þetta svokallaða hrun, en það var efnahagshrun, þúsundir heimila mistu húsnæði sitt. Nú, bankarnir tóku til sín alveg gríðarlegt magn af húsnæði og íbúðalánasjóður. Ég hef ekki haft tök á því að skoða fjölda þeirra fasteigna sem að bankarnir leystu til sín, en ég hef skoðað fjölda fasteigna sem að íbúðalánasjóður hefur leyst til sín eða leysti til sín á þessum árum og það eru skelfilega tölur. Þetta eru á nokkur ára tímabili þetta 4.210 fasteignir sem að íbúðalánasjóður leysir til sín eftir hrunið og selur. Og sem betur fyrir eru til tölur bara hvernig sölunum var háttað þó að þetta sé erfitt að finna þetta og þetta liggur ekki beint á lausu þessar upplýsingar, hversu marga sölur og það sérstaklega hverjir keyptu, ég hef bara ekki getað fundið það og það eru skýrslur sem er vísað í þessa lista en ég bara get ekki fundið þá og ég var að reyna að leita að fanga með því að skrifa tölvupósta. En ég sé að þessi listar eru til, þar sé að kaupendurnir af þessum íbúðum hjá Íbúðalánasjóði á þessum árum 2013-15 þegar Íbúðalánasjóður er að selja frá sér þessar þúsundir eigna og við munum þessa sögu. Það voru oft á tíðum stórir fjársterkir aðilar sem voru að koma með fjármagn inn í hagkerfið í gegnum fjárfestingarleið Seðlabankans, 30% afslátt á genginu og allt það, voru komið með aflandsfé inn í hagkerfið okkar og keyptu hérna íbúðir á hrakvirði. Ég tók saman í smá pistli í gær heildarsöluna sem var 4.210 íbúðir sem að Íbúðalánasjóður selur frá sér þessum tíma á 74 milljarða. Það gerir 16,9 milljónir að meðaltali kaupverð eða söluverð fyrir hverja íbúðareiningu. Og þetta er náttúrulega íbúðar mismunandi stærðum, aðrar sumar minni og aðrar stærri og þetta er flest hérna á Suðvesturhorninu. En það segir okkur svolítið bara hvernig þessi forgjöf sem verður til á þessum árum þegar að leigufélögin er að fá til sín þessar hundruðir ef ekki þúsundir íbúða á algjöru spottprís frá Íbúðalánasjóði og bönkunum og þetta verður náttúrulega til þess að það verður til leigumarkaður, hann er skýlustur fyrst með ákveðna kvaðir á þessum kaupum sem er hluta til fjármögnun bara frá Íbúðalánasjóði að leigustarfsemin sem að þetta fylgir kjölfarið sé óhagnaðardrifin. En hún var ekki óhagnaðardrifnar en svo að einu kröfurnar voru og einu skilyrðin voru að fyrirtæki mátti ekki greiða sér út arð. Eins og við vitum öll þá getur maður hagnast og maður greiðir sér ekki út arð. Gott dæmi bara Samherja sem að hagnaðist 8 milljarða í fyrra en greiðir sér ekki út arð. Það er enginn að segja okkur og segir okkur og hvorki leigjendunum eða öðrum að Samherji sé óhagnaðardrifið félag. Þetta áttu líka við flest þessi leigufélög sem að högnuðust mikið auðvitað á þessum kaupum og þessari starfsemi þó þau greiddust ekki út arð. Þannig að þarna myndast mikil skekkja. Nú ekki tók betra við en Reykjavíkurborg eða sveitarfélögin og ríkið stóðu sig alls ekki í því að koma með almennilegt framboð eða tryggja almennilegt framboð húsnæði og sérstaklega ekki á félagslegu reknu húsnæði.
fór yfir það í grein sem var birt í síðustu viku bara hlutfall félagslega rekins húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu og þetta metnaðarfulla getuleysi sem þeir sem standa að húsnæðismálum bæði ríki og sveitarfélag, hvernig þau hafa rauninni bara rekið metnaðarfulla getuleysis stefnu undanfarin ár. Það sem hreykja sér af því að hlutfall af félagslegu reknu húsnæði á almennum leigumarkaði í Reykjavík sé 3,67%, meðan að það allra versta sem gerist í ríkustu samfélagunum í Mið-Evrópu einhvers staðar rétt undir 10%, sem þykir skelfilegt. Og í Frakklandi eru samfélög sem með undir 10% af húsnæði á félagslegum rekstri, þau eru kölluð útlaga samfélag sem bara ríkir svona bóa-mentalitet. En í Reykjavík hlutfallið 3,67%. Við ætlum að spjalla eins og þetta, ég og Ingo Ómar, við erum náttúrulega búin að vera að starfa núna saman og skrifum greinar fyrir jólin og við erum búin að starfa saman og ætlum að starfa saman og við ætlum bara að reyna að breyta þessu öllu saman. Ég að reyna. Erstu þarna? Vertu velkomin. Takk. Hvernig líst þér á þetta? Það sem ég var að fara yfir. Þetta bara ótrúlega staðreyndir sem líka í sögunni. Það tvennt svona við þetta sem langar að bæta, eins og þróunarsamvinnufélag Keflavíkurflugvallar. Það ekki inn í þessum tölum. En þar tók ríkið yfir einhverjar 1000 íbúðir eitthvað frá gamla varnarliðinu og hafði tækifæri til þess að gera eitthvað svona óhagnaðardrifið með þar. En þeir gera það bara ekki, þeir selja þetta til leigufélaga sem eins og þú veist, mátt ekki greiða sér út arð, en það sem þeir gerðu öll þessi leigufélög, hvort sem þeir keyptu Íbúðalánasjóði eða af þessu þróunarsamvinnufélagi, þau náttúrulega notuðu bara tímann til að byggja upp húsnæði og gera það verðmeira á meðan og svo selduðu frá sér lánin og borguðu þau upp sem voru þessi með þessum kvöðum mátti ekki greiða sér út hagnað og kannski 2 árum eftir kaupinu eða svo var bara leigan skrúuð upp í það sem hún í dag. Já, þú ert að segja þetta þegar að varnarliðið fer þetta 2005 og svo líður ykkur ár og svona meðan að ríkið eða þegar að taka þetta yfir í gegnum þetta þróunarsamvinnufélag eitthvað sem Keflavíkurflugvallar. Það Ásbrú í dag. Já. Og þannig eru bara einhverjum 1000 íbúðir sem rauninni bara ríkið fær, ekki satt? Jú, það fenguður einhverju spottprís eða þau þurftu að borga fyrir þér eitthvað og selduður mjög ódýrt, miklu ódýrara þessar tölur sem þú ert að nefna, sko. Já. Og til þessari félag sem að þá var ekki Þorgils Óttar Matthísen einn af þeim sem þá Árni Matthísen, bróðir hans, það var nú fjármálaráðherra á þessum tíma, ég man eftir þessu. Já. Að bróðir hans Árni Matthísen, fjármálaráðherra, Þorgils Óttar, á þessum tíma hann í þessum slagtogi í þessum hóp sem að fá þessar eignir til sín. Ég þekki líka lögfræðinga og svona sem að, ég veit ekki hvort þetta var bara eitt félag, ég man eftir þessum umræðum. Ég veit að Heimavellir tóku fullt að þessu yfir og almenna íbúðafélagi eða hvað sem kallaði sig. Og svo voru einhver 3-4 félög sem fengu fullt af íbúðum. Og þeir þurftu að gera eitthvað fyrir þær, fengu það mjög dýrt og skiluðu einhverjum hagnaði í 2 ár en svo bara rauk leigan upp úr, já, það að segja hún hafi 2-3-faldast á einhverjum 2-3 árum áður en að þróunarsamvinnufélagið sjálft var að leiga þetta út hérna áður, rekið batteri. Og þá voru leigarnar frekar ódýr, sko, og svo voru núna 3-falt hærri 3 ára seinna eitthvað svoleiðis, sko. Þetta náttúrulega ótrúlegu business, sko, sem að spá í því. Að þú farð þarna fasteign sem að á algjöru hrakvirði og ekki bara, sko, þú borgar ekki einu sinni þetta hrakvirði. Þú farð bara eitthvað svona magnarslott því að þú ert í þeirri stöðu að geta keypt af þeim, af ríkinu og jafnvel lána þeir líka fyrir þessu, sko, eða þú bara farið eitthvað lán fyrir Íbúðalánasjóði eða að taka yfir þessar fasteignir. Það hrakvirði á markaðnum, þú borgar ekki einu sinni kannski bara helmingin af hrakvirðinu og þú veist það bara að miðað við bara íbúðaþróun og bara hegðun fasteignamarkaðins að sko bara steypan sem þú kaupir bara gulls í gildi. Þú veist það bara að þetta tekur allt saman flug en þú fær líka leigutekjur á meðan, sko. Og þú veist líka að þú getur notað þessar leigutekjur af því þú mátt ekki greiða út arð til þess að laga upp á þetta sem þú keyptir ódýrt út af þessu lélega ástandi. Já, og svo borga tilbaka. Og leigandi borgar allar þær viðgerðir, skilur við. Já, einmitt.
og síðan eftir ákveðin tíma þegar þú ert búin að gera það sem þarf að gera fyrir húsnæðið, þá getur þú losaði við þessi lán sem voru með þessum kvöðum og skrúa endurfjármagnaði og skrúa leigunu upp. Þetta gerir til dæmis heimavellir, ég var að lesa tölvöld mikið þetta. Þetta gerir heimavellir, veit ég, á tímabili sko, af því þeir mátti ekki borga svo út af því að þeir fengu svo mikið af fasteignum frá Íbúðalánasjóði. Að þeir voru með sko félag sem ráku við hliðina, sem var bara nánast saman af, það var bara annað fyrirtæki, sem að rukkaði inn í heimavelli sko, ráðgjafaþóknum. Þannig sko borguðu þeir arð tíma í gegnum bara annað fyrirtæki. En fyrst og fremst náttúrulega söfnuðu þeir upp hagnaðinum þess að borga niður þessi lán sem voru á þessum kvöðum. Því þá þurftu þeir ekkert að hlýða neinum kvöðum lengur. Og þurfi ekki í dag. Núna sem maður sko 2 herbergja íbúð hérna í einhverju hlýðin, einhverju leið á 250.000 kall sko. Já, ég bara sko, ég bara neita að trúa þessu. Ég verið að skoða til dæmis ég verið að skoða bara síðunar hjá Alma, leigufélaginu, sem eitt af þessum fyrirtæki sem að var í einu svona í eigu Gamma og og var eitt af þessum fyrirtæki sem að bauð í allar þessi íbúðir, að leiguverði, ég var bara að skoða á það, sko, bara leiguverði á 83 fermetra íbúð var bara komin yfir 240.000. Já, ég veit það. Þetta bara upp í Norðlingaholti. Við erum ekki talað þetta ekki á Laugavegi. Ég veit það, þetta orðið ótrúlegt og það sem að pirra mig og kannski helst ástæða fyrir að ég tek þátt í þessu og vil breyta þessu svo að þetta grunnþörf okkar að hafa húsnæði. Hvort þú ert að kaupa það að leigja það, skilurðu mig. Og þá þarftu að hafa laun til þess að geta keypt eða leigt og launin alltaf að reyna að hækka, að halda í við þessa fáránlegu hækkun á húsnæði en náði aldrei og þetta bara veldur svona einhverjum hringa vitleysu, þú veist. Verkalýðsfélögin berst fyrir þær í launum og alltaf hækkar húsnæði og étur upp alla launahækkanir og meira til og þetta svona vantar einhver almenna skynsemi bara í þetta, þú veist. Já, ég get ekki aldrei skilið þetta dæmi, sko. Nú ég fráskilinn 5 barna faðir á leigumarkaðnum, búin að vera það síðan ég bjó á tímabili 2013-14 á Patreksfirði, ég búin að vera svona síðan 2014 á leigumarkaðnum, búin að leigja fyrir við næstu því hátt á 30 milljónir í húsaleigu. Þetta hefur verið sko til þess að ég ekki geta staðið í skilum til dæmis með alltaf við námslán eða meðlög og svona. Ég get ekki skilið hvernig samfélagið bættar með það að allt mitt neyslufé fari í tímabili leiði ég fyrir heimavelli og það einhverju kannski 10 eigendur að þessu fyrirtæki. Þetta eru kannski örfáar fjölskyldur sem að eiga allar þessi íbúðir. En ég látið borga meira og minna allt mitt neyslufé sem að annars ég myndi nýta í að nota þjónustu í borginni, ég myndi gera eitthvað fyrir börnin mín eða þá kaupa mér nýjan bíl eða nýtt reiðhjól eða eitthvað sem fær út í neyslu sem myndi dreifast á fullt af fyrirtækjum. Í staðinn fyrir öllu þessum peningum, ég láti borga þetta inn í hít og við kannski 2000 leigjendur sem að kannski nýtast 10 einstaklingum. Í staðinn fyrir að leigan væri bara skikkanleg og þá getum við öll staðið bæði við skuldbindingar okkar, hvort sem það eru námslán eða neysluskuldir eða meðlög. Við getum eytt aurunum okkar í nærþjónustu og notið lífsins gæða. Nei, þá erum við, ég skil ekki þjóðhagslega hvernig þetta gott fyrir samfélagið. Ég bara skil það. Þetta það ekki. Þetta bara ótrúlega heimsk og skammsýni hjá þeim sem einhverju ráða að átta sig ekki á því að fólk verður að búa einhvers staðar, það verður að hafa tekjur fyrir því, þar alveg þarf það hærri tekjur, þetta verður áhrif á heildarmyndina alla, meðan samkeppnishæfni landsins út á við og alþjóðleg samanburði sem dæmi. Þú veist, fólk sem kemur hingað að vinna þarf að hafa húsnæði, þarf að fá há laun til að geta borga húsnæðið og allt þetta. Þetta bara svona hringekja sko, sem að bara þarf að fara að laga og það hefur ekki lagast, þetta bara heldur áfram að versna og versna og versna, núna í 10-15 ár. En svolítið skrifaðu út að tala þetta samkeppnishæfni vegna þess að ég var að skoða núna nýlega hvernig húsnæðismálum háttað hjá borginni. Ég er ekki að tala sko inn á stjórnsýslunni á borginni, þar að segja sko ráðum og nefndum og niður í borgartúni. Og velta fyrir mér sko á pólitísku svona leveli bara hvernig
höndlað með húsnæði þegar málefni húsnæðismarkaðins inn á hjá borgarstjóra. Borgarstjórnarskrifstofan, hún rekur verkefnastjóra stöður fyrir alls konar málefnasvið, fyrir mannréttindi, fyrir velferðarmál, fyrir umhverfismál. Það eru, held ég sé bara einhverja 30 svona stöður inn á niður við tjöllina sem eru verkefnastjórn yfir ákveðnum málefnasviðum borgarinnar. Þar eru húsnæðismálin hjá einstaklingi sem líka með alþjóðamál. Hann með samskipti borgarna við erlendar borgir og samkeppni hæfni Reykjavíkurborgar. Það að segja það einn einstaklingur sem með húsnæðismál borgarstjóra ásamt í að reka 3 önnur málefni, verkefnastýringu. Og meðan það eru sér verkefnastjóra bara fyrir garðyrkju til dæmis. Þetta ótrúlegt og kannski segir svo mikið akkur Dag og B heldur allt sé í lagi í húsnæðismálum í borginni. Já, bara sýnum okkur bara skilu það ekki einu sinni verkefnastjóri húsnæðismála hjá borgarstjóra. Mér þótt lengi sviði það að vera með einhvers konar vinstri meirihluti í borginni og eina sem hugsa bara að maka krók nokkurra verktakafyrirtækja og algjör getuleysi. Algjört og Píratar sem dæmi sem einhver sem ég hef kosið og aðila af þeim flokk. Þeir valdi mig gríðalegum vonbrigðum í Reykjavík og mér bara sorglegt að þeir hafi verið endurkjörnir sem borgarfulltrúar í prófkjörunni hjá þeim. Þeir hafa ekkert gert og það er ekkert að í þeirra huga einu sinni. Nei, mér finnst mjög skrítið af því að þetta mjög svona progressíft, velþekkjandi, meðvitað fólk sem hefur tekið sér einhverja varðstöðu fyrir núverandi ástand. Ég hef átt í samtölu við fulltrúa bæði kjörna fulltrúa og bara þeir sem í flokknum og taka þátt í samtalinu. Mörgur svíður þetta. Það verður ekki sagt Pírata en annað heldur en svíður ástandi, en mér finnst stundum eins og þeim sem svara fyrir stefnu Pírata í borginni að þeir hafa tekið sér upp þá stöðu bara að reyna að verja ástand vegna þess að borgarstjóri hefur sagt árangur borgarinn í húsnæðismálum til fyrirmyndar. Já, og meðan hækkar húsnæðisverðið 20% á einu ári eða eitthvað svoleiðis. Já, og skorturinn algjör. Algjör og verði bara upp úr öllu valdi. Hvergi í Evrópu hefur verið hækkað næstuðis mikið eins og Reykjavík á síðustu 10 árum. Nei, og svo meðan þetta átaka, því ég búin að skoða þetta, þeir eru búin að tala að það sé búin að átaka búið að byggja svo margar íbúðir að vera aldrei verið byggðar fleiri íbúðir í sögu Reykjavíkurborgar. Gott og vel, en okkur búin að fjölga líka einhver 70.000 síðan árið 2000. Þannig að það svolítið skrítið ef að það ekki byggt meira eftir því sem að íbúðafjöldin eykst. Þannig að það svolítið skrítið. Það svolítið skrítið að hreykja sér til því að segja við byggjum fleiri íbúðir í dag heldur en við gerum árið 2000. Auðvitað, við búum bara 70.000 fleiri hérna. Ég svo litur að kemur hrunið þarna inn í og allt hægt og vel og eftir það og það ekkert hægt að bera saman. En staðreyndin samt sá að verðið hækkar og það gríðalegur skortur og eina sem að borgarstjórnin hefur að afsaka sig með hvernig hins sveitarfélög sem standa sig illa og þeir sé að byggja mesta félagslegu húsnæði. Í sögulegu samhengi við Reykjavíkurborg alltaf við langu öflugust í félagslegu húsnæði. Meira þess að sjálfstæðismenn voru við völd. Þeir heykja sig ekkert að því, þú veist, það var ekkert breyst til batnaðar hjá þeim, það breyst til hins verra. Þetta mjög skrítið að þrátt fyrir þess að mennur að heykja sér að þessu mikla árangri. Ég hef nú mína skoðunar af því að þessi bara orðin til eitthvað svona hálfgerð óskhyggja hjá mörgum borgarfulltrúum og þeim sem sinna húsnæðismálum á höfuðborgarsvæðinu sem að menn glepjast af þessum flottu renderingum og þessum kynningum af þessum flottu hverfum þar sem að eilíft sólskin og fullt af trjám og mannlíf og fólk keyrandi með barnavögnum og borðandi ís og sitjandi og lesa bækur í sólskininu. Mér finnst bara heillega þetta banna svona myndefni vegna þess að þetta hefur svo mikil áhrif á þessa sýn eða óskhyggju sem að rauninni verður bara alls ráðandi hjá þeim sem fara húsnæðismálum. Þeir neita bara einhvern veginn að sætta sig við það að veruleikinn bara allt öðruvísi, það ríkir neyðarástand, það skortur, það allt of dýrt og fólki líður bara illa. Nei, það þessi renderaði veruleiki sem þeir eru að ætla sér að ná að verði svona einhver þétta borg og Parísar stemning allt árið. Það bara, mér finnst bara eins og þetta hafi bara glepja fólk. Já, klárlega. Og líka bara, að hugsa hvert grunnverkefni borgarstjórnar Reykjavíkur. Það hlýtur að vera að hafa húsnæði fyrir borgarum. Það bara hlýtur að vera nummer 1, 2 og 3.
og það það sem er algjörlega mistekist hjá þeim, algjörlega, og þeir horfast ekki í svona augu við það og það allt í lagi. Þetta bara ótrúlega. Þú hefur ítrekað bendið mitt á þetta, að það stendur ekki, þeim bara sveitarfélögum skylt. Já, það stendur í lögum húsnæðismál frá 1998 eitthvað sem maður ekki nákvæmlega, í 5. greininni og orðrétt stendur að sveitarfélögum ber að hafa frumkvæði að því að leysa húsnæðisvanda borgaranna. Skilurðu, þeim ber að hafa frumkvæði til þess. En þegar í dag, og við vitum það að leigjendum, úr samtökunum okkar, leigjendasamtökunum, að fólk, það greinlega lágt, það er talið frá því að sækju félagslega íbúð á borginni. Biðlistinn svo langur, þannig að það fær ekki svona sækjum, það langur vegur frá því að hafa frumkvæði einhverju, skilurðu mig? Og mér finnst þetta bara, að vera með manni svo dagbíði hérna við völd sem að hefur engan skilning á vandamálinu og það allt fínt og flott og það lítur út til að hafa verið kosin aftur. Þetta bara svört framtíð fyrir borgarbúa, satt að segja. Þetta bara sorglegt, sko. Ég svolítið sammálað þarna. Þetta lítur illa út þegar við erum með einmitt þá aðila sem maður myndi ætla að tækju undir málstað og málflutning leigjenda. Að segja, sjá ástandið bara alveg þveröfugt. Þetta er ekkert einhver svona blæbrigðamunur. Þetta er bara algjörlega bara svona fundamental munur á hvernig við upplifum ástandið. Og það vitið allir, það er líka bara ákveðna harðar staðreyndir í boði sem sýna fram á það gagnstæða. Ég meina húsnæðisverð hækkar ekki 20% einu ári nema að sé skortur. Það er alveg ljóst. Það er alveg ljóst líka að það er 10% framboð á eignum með hvað var fyrir 2 árum í sölu. Þetta eru bara harðar staðreyndir. Mér finnst þessi staðreynd að það séu fleiri fasteignasalar á landinu heldur en íbúðir. Finnst það alveg höfð? Já, akkurat. Og þetta er ótrúlega, þetta samt kemur dagur, já, það er allt í fínasta lagi hér. Já, bara til fyrirmyndar. Já, bara til fyrirmyndar mér þess að. Þetta er svo falskt. Já, þetta er bara eiginlega ótrúlegt að þessi maður sem og ekki bara hann, heldur bara þeir sem eru með honum í meirihluta og sinna sem stefnu hans, voru kjörnir sem málsvarar okkar. Já. Það ríka fólki getur hugsað sig sjálf. Við vitum það. Fólki ekki kosið til þess að vinna fyrir það sem þurfi ekki að því halda. Já. Málsvari okkar kemur bara og segir við okkur og gaslýsir okkur á svo fundamental að segja við okkur þetta ástand þetta er fyrirmyndir. Ég veit það. Þetta er eiginlega bara fyndið, það er sorglegt fyrst og fremst. Já, það er sorglegt. Já, og bara þessi veruleikafirring og svo alltaf þessi afsökun, sjá hvernig að standa sig í Garðabæ eða öðrum sveitarfélögum, það sem eru harðkjarna sjálfstæðismenn með markaðslausnir númer 1, 2 og 10 í boði. Ég meina, borgin gæti sjálf auðveldlega lagt upp í að byggja bara íbúð fyrir fólkið sitt. Leyst vandamálið. Já, við erum náttúrulega með svona ákveðna hugmyndir það og það vorum til að ræða þetta áðan ég og Hólmsteinn sem sagt að 2013 þá kemur Dagur B. Eggertsson þá formaður borgarráðs fram í fjölmiðlum og talar að félagsbústaðir ætli sér að byggja 500 til 800 íbúðir á nokkrum árum og það sé eðlilegast að félagsbústaði geri það og þetta er í stefnu hans frá 2013, ég ætti að finna þetta til en þarna minnsta kosti segir hann að auðvitað náttúrulega eiga félagsbústaðir að byggja og við höfum verið að spá í af hverju andskotum félagsbústaðir ekki að byggja. Þeir segja við viljum tryggja félagslega blöndun með því að vera að kaupa íbúði bara af öðrum og þetta er svo skrítið vegna þess að kostnaður við að kaupa markaði, hann er kannski, ég veit ekki, 2-3-faldur með byggingakostnað. Klárlega. Af hverju í andskotunum, bara fyrir ekki orðbæði, félagsbústaðir látnir verið leikendur á þessum óhömdum fasteignamarkaði, kaupandi íbúði fyrir skattfrið Reykjavíkurborgar á markaði á meðan þeir geta byggt á bara nokkra blokkir við svo dreifum borgina á þessum þéttingarundu sínum, ef við viljum ekki satna þessu öllu saman og þá bara selt 30% íbúðunum sjálfur á markaði og fjármagna þannig uppbygginguna. Alveg klárlega, þetta meikar enga sens Meikar enga sens. Já, við vitum líka að verktakarnir og bankarnir sem eru að byggja upp þessa reiti hér og þar borgina, þeir eru að framleiða kannski fína íbúð fyrir 20-25 milljónir og selja hann á 45-50. Byggingakostnaðurinn, skilurðu, ekki svo á. Þarna þú að tala mjög varlega. Við sáum bara grein hérna daginn þar sem að samkvæmt Hagsjá
byggingasjá Hagstofuna held ég þetta heiti, að þá byggingakostnaður á 75 íbúð, þannig bara 17 milljónir. Þú sér það, mér er svo tölvöld lærri en það. Ég vildi ekki vera of, skilur. Nei, ég meina, þú sér hvað þetta meikar, bara þetta engin skynsemi í þessu. Ef að ég væri, eða við værum í einhvern konar stjórninni í borginni, þá myndum við bara vantilega að leggja stöði að byggja bara upp hverfi fyrir fólk. Já. Mér er alveg saman félagslega blöndun eða ekki, það er ekkert aðalmáli, fólk vil bara búa einhvers staðar. Sko það þannig, ég hef búin að vera að skoða skýrslur, bæði frá Fraklandi og Bandaríkjunum og þeir tala einmitt það, að svona skortur á svona uppbyggingu á félagslega, svona vel stýrðri og framkvæmdri stefnu með félagslegt húsnæði eða félagslega rekið húsnæði, það kemur í veg fyrir gettómyndun. En þegar engin stefna, þá verður gettómyndun. Já. Af því að þá rekst fólkið bara út í vestu og elstu og jaðarsettu blokkina. En ef að borgin eða sveitarfélagið eða ríkið sem að halda út þessu stefnum, ef að þau bara stýra uppbyggingunni, þeir eru með sterk og öfluga stefnu, það kemur í veg fyrir gettómyndun. Þannig að þessi rök það að vilja koma í veg fyrir gettó með því að vera að kaupa íbúðir á uppsprengdu verði í einhverjum blokkum hér og þar, hún bara heldur einhver vatn. Hún bara gert til þess að halda uppi og taka þátt í þessu óhefnda markaði. Það eins og allir séu að spila bara með þessum 5 verktökum og 4 með fasteignafélögum. Ég veit það er allir að því bara raun og veru. En svo líka annað í þessu sko, þessi þétting byggðar. Það er alltaf verið að tala að það sé svo dýrt að reisa alla innviði fyrir úthverf og allt þetta. En hvað kostar að rífa húsnæði sem fyrir og byggja fleiri innviði og leggja fleiri lagnir í kringu gamalt dæmi? Það kostar og akkur eru íbúður á þessum þéttingar umtalsvert dýrari heldur en íbúður í úthverfu. Er það ekki hluta til út af því að núna þessi reitir eru boðnir út og svo kom einhver fyrirtæki eins og bara með orkuhúsið og líka með Ártúnsbrekkuna. Þarna eru reitir sem eru boðnir út og svo eru þessi fasteignafélög og fjárfestar að versla með þessa reiti sín á milli, kannski þróa það eitthvað áfram og það kannski stækkað að breyta eitthvað. Og það verið að margfalda verðið, ég man ekki hvort það eins og með orkuhúsið, að borgin hafi fengið 900 milljónir sjálft fyrir reitin, en síðast þetta var selt á þetta verið komið í hátt í 3 milljóna. Já, það er tventi þetta sem er miklar athugasemdir. Fyrir að fyrsta, fyrir 15 árum, það mátti borgin ekki selja lóðir dýrar en það sem kostaði að gera hæfar til byggingar. Í dag þetta orðið bara helsta söluvara borgarinnar. Þú veist, og þegar þú ferð á vef borgarinnar, ég sá nú eitt skjálskot á Facebook að því bara í síðustu viku að einhver var að leita sér að lóð, engin lóð til sölu fyrir einstaklinga, ekki einn einasta. Hérna í gamla daga þegar ég var alastu upp og þá voru húsasmiðameistarar sem reistu hús hér og þar og seldu þau og þetta var bara svona eðlilegur markaður. Í dag er þetta bara 3, 4, 5 fyrirtæki sem eru að kaupa alla lóðir upp og svo eftir BHag að byggja þeim, því að þeim það skiptir þá öllum mál að fá hátt verð fyrir íbúðurnar og þeir bara tefja. Þeir eru ekkert að flýta sér að reisa íbúðarhúsnæði til að lækka verðið. Þeir eru bara hægt og rólega að mjatla þessuna markaðinn, halda skortstöðunni. Já, það er bara unnið í dagvinnu. Og svo bitnar þetta á öllu samfélaginu. Þetta bitnar ekki bara á einhverjum nokkrum sem eru í húsnæðisvanda. Þetta bitnar á því að verðið hækkar alls staðar. Það þurfa allir að fá hærri laun, skilurðu, og þetta er bara svona snjóbolti sem alltaf stækkar og stækkar og stækkar. Og eins og ég sagði áður. Hefur áhrif á verðbólguna líka. Já, hefur áhrif á samkeppnishæfni landsins út á við. Fyrirtæki sem þurfa að fá starfskraft á utan og fleira, þú veist. Þetta hefur áhrif á heildarbakkann, þetta er bara ákveðin heimska að sjá þetta ekki. Það er nú bara þannig. Já, þetta er bara ótrúlega skammsýni. En við þurfum að taka annan þátt það hvað er í boði fyrir Reykvíkinga í kosningunum næst. Hvað geta það gert? Við vitum að Píratar og þetta lið ætlar að halda bara þessu samstarfi áfram. Já, við ætlum að tala við þá, vonandi getum við fengið eitthvað til þess að ræða við okkur. En það var gaman að nefna þetta með lóðaframboði. Ég talaði við mann í dag sem skrifaði mikið á ákveðnu árabili lóðabrask í Reykjavík og við vorum sammála það að þyrfti að skoða hvað gerðist á þessum árum eftir 2000 að þá tekur lóðaverðið Reykjavík bara tekur stökk breytingu.
það virðist eins og á þessum tíma þegar að bæði þessi 100% lán hérna sem komu 2004 held ég að hafi verið og þá líka Reykjavíkurborg svona farin að þéna svolítið á lóðaverði, þá tóði svona tekistopp sko, frekar heldur en bara svona til þess að standa undir kostnaði, heldur þetta teki bara fyrir til þess að reka skólana og svona og gaman að skoða það, en það verður alveg rosalega mikil breyting, ég held að á raunvirði hafi lóðaverði ábygglega svona fjórfaldast. Ef ekki meira, í alvöru talað, ef ekki meira sko. Ja. Og svo líka ef maður hugsar út í það, við erum að skoða borg í Reykjavík, borg á Íslandi með nóga landi kringum okkur og við erum að hækka verð á húsnæði, margfalt á stórborgir í Evrópu sem vantar landflæmið til að byggja á. Ja. Þú veist, þetta bara, og svo pluss það að við kannski ekki rætt það nóg að þessi borgarlínu hugmynd, hún góð í sjálfum sér, en hún má ekki halda borgurunum og húsnæðisverðinu uppi og halda okkur í gíslingu og einhverju hugmynd sem að tekur mörg ára að framkvæma og það má ekki byggja úthverfi að því að það ekki komið borgarlínu tenging og svona vesen. Þetta ekki heilbrigt. Þetta mjög skrítið vegna þess að ég bjó í Grafarholti í nokkur ár og var þá í íbúasamtökunum þar og við vorum þá að kvarta einmitt við þessu svona borgarskipulagið. Það miðaðist svolítið mikið við þá þeim tíma sko, að vera að minnsta kosti eins og Grafarholtið og Úlfarsadalur eru byggð, en það engin þjónusta inn í þessu hverfi. Já. Það alveg það rosalega mikil þörf og krafa fyrir að vera sífellt á bílnum einhvers staðar og skutli milli hverfa. Sko. Þarna þetta að leysa bara stóran hluta af umferðarvandanum og þeir reyna að gera hverfin svolítið sjálfbært. Því ég lærði skipulagsfræði, þá vorum ykkur á aldamótum, þá var talað koncept sem New Urbanism og það voru svona talað sjálfbær hverfi þar sem að maður reyndi að vera með svolítið af störfum en vera þá líka með töluvert af þjónustu inn í hverfunum bókasafn og bakari og smáveru verslanir og svona og vegna þess að ég man eftir því ég alveg bara 4 börn í Grafarholti að ég var stundum að keyra kannski rúmlega 100 kílómetra á viku bara í því að reyna að sækja þjónust út fyrir hverfin og þannig mjög auðvelt að leysa þennan hluta. Það að segja, vera ekki að segja, heyrðu, við viljum hafa öll lífsins gæði við Borgartúnið og Laugaveginn og þess vegna viljum við ekki byggja nokkuð skapan hlut í borginni fyrir að við getum flutt ykkur öll niður í Borgartúni og Laugaveginn með borgarlínu. Svo einn angi líki þessu sem við kannski höfum ekki rætt og það við sjáum eins og hverfið sem vorum að tala áðan Ásbrú og við sjáum hvernig Árborg hefur verið að stækka og Akranes og þau svæði alls sömur. Þetta eru mikið til brottfullir Reykvíkingar sem fá ekki húsnæði í borginni. Ég myndi halda að væri eitthvað yfir 10.000 manns sem búa í 40-60 km radíus í kringu Reykjavík og þurfa að keyra 1-2 tíma hverjum einasta degi í vinnu. Já, það ekki talað þetta. Það ekki talað fólksflótta. Það verið að stækka ég veit fólk sem býr á Hellu og Borgarnesi sem vinnur í Reykjavík. Og þetta, ég man bara þegar ég bjó nú sjálfur á Ásbrú í 2-3 ár og ég man eiginlega flest allir þar voru Reykvíkingar sem höfðu bara flutt og flúið borginu út af hækkandi húsnæðis og leiguverði. Þetta ekki talað nægilega mikið að menn eru að reyna að leysa eitthvað svona innanbæja vanda og meðan hann bara fluttur annað og hann verður bara verri fyrir vikið vegna þess að hvað heldur að segja kolefnissporið af því að reyna að vera kannski með 15-20.000 manna starfslið sem kemur inn í borgina hverju morgni frá Selfossi, Hveragerði, Þorlákshöfn, Grindavík, Garðvík, Akranesi, Borgarnesi, Hellu. Hugsaðu kolefnissporið sem fylgir því ef við myndum byggja bara 2 ný hverfi kannski við Blikastaðalandið eða stækka Úlfarsfellið eða jafnvel, ég þori nú alltaf að segja það núna, en golfvellinir hérna í Reykjavík, það mætti alveg skoða eitthvað af því, það fullt af svæði, bara Keldnaholtið og Keldur og svona. Það ekki betra að vera með þetta fólk eitthvað staðar nær okkur heldur en að vera með þetta fólk allt saman 100 km í burt. Engin spurning og ég meina þetta alltaf eitthvað sem ég gleyma þegar þeir eru að tala ég nú rökrætt þetta svolítið við borgarfulltrúa og Pírata á Facebook og þeir eru alltaf að tala að þeir vilja ekki láta fólk vera að keyra langa leið úr úthverfum í vinnu.
en allt fólki sem að keyra sko 30, 40, 50, 60 kilometra á hverjum degi til vinnu. Það myndi alveg þykja nokkra kílómetra malbyggi í borginni fyrir húsin þeirra og þeirra hverfi til þess að þurfa að keyra miklu styttra. Já, bara pældi öll lífsgæðin sem að fara í það að vera að keyra, ég hef íhugað þetta sjálfur. Ég á 4 börn sem eru á skólaaldri og ég hef íhugað það alvarlega og ég hef skoðað húsnæði á Selfossi. Ég lagði þetta reikningsdæmi bara upp fyrir mér, þá var áður en að húsnæðisverð og leiguverð hækkað svo mikið á Selfossi. Og þá var ég svona að reikna þetta, kostnaðarlega séð var þetta betra, en það fór mikill peningur í bensín og svona, en líka bara allir þessi lífsgæðu tími sem ég hefði þurft að eyða í bílnum og allir þessi mengun og kolefnisspori sem ég hefði þurft að skilja eftir mig, bara til þess að þjónka þessu stefnuleysi og getuleysi borgarna, eða sveitarfélagana Já, svo þetta líka annað. Þessi leiguverð bóla. Ég meina í Reykjavík og á Stórhöfðborgarsvæðinu var leiguverð orðið hátt eftir hrun fljótlega. Þegar Airbnb fór að koma 2010-2012 er leiguverð farið að hækka gríðarlega. Fullt af fólki flytur í nágranna sveitarfélögin, Árborg og Reykjanesbæ og þar er leigan töluvert lægri. Algilt verð fyrir 3 herbergja íbúð í Keflavík til dæmis kringu 2010 var kannski 100 skall. Alveg ekkert óalgengt í alvöru tala. Hvað gerist? 2014-15 fyrir leiguverðið þar að rísa alveg gríðarlega og núna er verðið á svona íbúðum tvöfalt með hvað það var. Skilurðu? Af því að bara skorturinn í Reykjavík olli því að það var skortur allt í nágrannasveitarfélögunum líka. Já, þetta hefur mikil áhrif. Svo náttúrulega hagnast sveitarfélögin á þessu með því að það hækkar fasteigna matið og fasteigna skattarnir hækka og það er ákveðið hluti sem það er að skoða, bara hvernig fasteignaskattar og lóðaverður orðin af mjög stórri tekjulind fyrir borgina. Og það er eitt sem okkar nefna svona síðustu vegna þess að nú fyrir að líða lokum hjá okkur, er að við búum við skort og við tóluðum við Hólmstein fyrir í þættinum, hann las upp yfirlýsingu frá leigjendasamtökunum frá 1999 sem er yfirlýsingu sem að eiginlega eins og væri hefur verið skrifið í gær af okkur. Þess að hann talaði neyðarástand á húsnæðismarkaðnum og það hefur verið neyðarástand reglulega. Og síðast bara 2013 talaði mikið neyðarástand. 2015, 16, 17 er talað algjört neyðarástand og þá virðist nú vera einhver deigla, það er mikil umræða í samfélaginu og margir sem taka til máls og það virðist eins og eitthvað að gerast, en hefur ekkert gerst. Gleymum ekki því, Yngvi, að síðustu 2 ár þá hafa verið svona cirka 800-900 íbúðir inn á leigumarkaðnum sem að ættu verið og voru inn á Airbnb-markaðnum. Já, það versnar 15. apríl í ár eftir páska. Það eru engar takmarkanir ennþá lengur. Það er gríðarlegur áhugi á að ferðast í Ísland. Menn tala að verða kannski með 70-80% af því sem að þegar mest var bara strax í sumar. Hvað heldur að fara margar íbúðir aftur inn á Airbnb-markaðnum í maí, júní? Já, það gera það margar, engin spurning sko. Það eftir að hríðversna og eftir að verða þegar Airbnb íbúðirnar, það er björguð því sem bjarga var síðustu 2 ár. En samt segja kjörnir fulltrúar sem sinna hagsmunagæslu okkar leigjenda að allt sé í lukkunni velstandi. Það er bara ótrúlegt, það eru 30.000 heimili á leigumarkaði og þeir hafa enga málsvara, hvorki borgarstjórn eða bæjarstjórnum út alland, hvað þá Alþingi? Það er bara enginn sem er að hugsa þetta fólk. Enginn sem ávarpar. Enginn. Og við erum að reyna, þú veist, við þurfum að ræða okkar plön sem við erum meðvarandi innflutning og húsum og fleira, setna meir, við fáum bara kannski annan þátt í það eða eitthvað. Við fáum annan þátt í það og það er með gott að þú kannski segir okkur aðeins bara svona, hvað við vona á að heyra setni jafnvel. Sko, við erum að skoða verkefni í leigjendasamtökin sem er sem sagt að flytja inn hús, mjög flott og vel gerð, samkvæmt öllum stöðlum hús og ég meina stórt 2 hæða einbýlishús, 170 fermetra, kostar komið til landsins 8 milljónir. Skiljiði mig. Og þá ættir að gera ýmislegt fyrir það. Mann ættir að setja lagnir og glugga og eitthvað part af þakinu veit ég. En heildakostnaðurinn kannski með lóð og öllu tilhörandi væri kannski 14-15 milljónir. Við ættir að fá heildabakkann kláraðan. En við erum með svona plan í huga að reyna að fá 30 svona hús til að byrja með til langtíma leigu. Og við miðum við eins og við gerðum í Keflavík þess að við miðum við 1.000 krónur á fermetrin í leiguverð
eitthvað svoleiðis. Þetta er nefnilega eitt sem að við erum að skoða og svona höfum verið að reyna að fræðast aðeins en það er veruleikinu þannig að þetta er gert víða í kringum okkur og ekki bara í svona magnkaupum þar sem að einstaklingar geta bara verið saman að kaupa af einhverju verksmiðjum svona einingahús heldur eru líka verkefni, svona samvinnuverkefni og við ætlum að fræðast bara alls konar fyrirkomulag á svona uppbyggingu þar sem að neytendurnir sjálfur geta tekið málin í sína hendur. Gleymum ekki því að hver einasta mánuði á ætli íslenski leigjendur sé ekki að greiða 10 milljarða í húsaleigu. Við ofgreiðum húsaleigu milli 40-50 milljarða ári. Fyrir þennan pening getum við byggt 2870 fermetra íbúðir á hverju einasta ári. Leigjendur á Íslandi geta leyst húsnæðisvanda sjálfur á 2-3 árum fyrir þann pening sem við greiðum í ofháa leigu eða okurleigu. Þannig að við eigum möguleika, Yngvi, að geta gert stórkostlega hlut. Ég segi ef við hefðum einhvern málsvara, einhvern á Alþingi eða í bæjarstjórn, þá getum við gert þetta. En það er náttúrulega erfitt fyrir okkur að neita greiða eftir leiguna sem eru rukkuð eins og staðan er. En það er klárlega, eins og við gerðum í mestu greinin okkar fyrstu, þá var þetta bara fórum við yfir þetta. Að meðal 100.000 krónum hærri leiga á meðal íbúð á Íslandi meðal við Evrópuþjóðir, meðal við kostnað og kaupum á íbúðinni. Þetta er bara markaðurinn og lögleysan, það er engin lög, engar reglur og bara hálf sorglegt að það átt að laga eitthvað með síðustu húsaleigulögum, hvað var gert? Eina sem var gert að uppsagnarfrestur var styttur úr ár í hálft ár. Skilurðu? Og þeir ætla að setja leigubremsu á? Nei, það mátti ekki heldur. Og meira þess að leigubremsu, eins og við vitum, þá hefur leiguverð hækkað á Ísland á 10 ári núna, 90%. En í Evrópu har það hækkað 13-15%, ég man ekki töluna. 15,3%. 15,3%, já. Og þessi leigubremsa, hún setti lögfesti þessa hækkun. Það máttu hækkað 10% á 3 árum eitthvað svoleiðis. Skilurðu? En það var á mikið fyrir húseigendafélaginu og fjármagnseigendum. Þeir alveg brjálaðir, en í Evrópu, þá er þetta bara þreföld hækkun á við þá hækkun. Já, sko, ef þú deilir bara þessu 15,3% niður á áratuginn, þá er meðaldals árshækkun á húsaleigu á meginlandinu 1,5%. Ég veit það, og þeir vildi hafa 3% hérna, og það var leigubremsan, og það þótti svo fáránlega hátt. Nei, hún var sett 10%, 30% á 3 árum. Það er rétt, já, pældi því. Og þeir vil, já, og fjármagnseigendur og húseigendafélögin fóru upp á háa séð. Þetta bara sýnir hvað þetta er galið ástand og hvað er ekkert verið að hugsa fólk sem þarf hjálp og aðstoð, það er hugsa nóg það sem ég að peninga. Þetta snýst það. Þetta snýst það, kæru áhorfendur, þetta snýst þá sem að eiga peninga, en við skulum átta okkur einu að leigjendur, við höfum þetta í hend okkar. Við erum með gríðalt afl, við erum 30.000 heimili, við erum á stærð við Færeyjar og Grænland samanlagt í mannfjölda við leigjendur á Íslandi. Og við höfum gríðarlegt afl til þess að breyta hlutunum og þetta er það sem við í leigjendasamtökum ætlum að vinna á næstu vikum og mánuðum, ætlum að efla samtökin okkar og vinna alls konar efni sem getum öll saminast og reynda að fylgja okkur á bak við það að reyna að breyta leigumarkaðnum eins og hann er í dag. Nú þetta var leigjandinn, lífið á leigumarkaði, ég heiti Guðmundur Hrafn. Við vorum að tala við Yngva Ómar og Hólmsteinn Brekkan. Ég þakka fyrir mig og við sjáumst á næsta þriðjudag. Var þetta ekki fínt?